Góðan daginn. Í dag haldinn 64. fundur sveitarstjórnar Múlaþings. Hann haldinn í fjarfundi. Fyrir fundinum í dag eru 14 mál og ég ætla að setja fundin hér með. Við byrjum á máli númer 1. Úthlutun byggðakvóta í Múlaþingi á fiskveiðiárinu 2025 til 2026. Fyrir liggur frá innviðaráðuneytinu bréf dagsett 18. desember 2025 úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga á fiskveiðiárinu 2025 til 2026. Fyrir liggja einnig bókanir heimastjórnar Borgarfjarðar og heimastjórnar Djúpavogs frá 8. janúar 2026. Fyrir fundinum liggur eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn Múlaþings fer ekki fram á sérreglur vegna úthlutunar byggðakvóta til Múlaþings. Og ég ætla að opna mælendaskrána til þessum lið og bið þá sem hafa áhuga að setja sér á mælendaskrá að rétta upp sína rafrænu og stafrænu hönd. Ef enginn réttur upp höndu þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta setja upp sína rafrænu hönd. Það samþykkt samhljóða. Fólk getur tekið niður höndina. Við erum þá komin í lið númer 2. Lánasamningar 2026. Fyrir liggur frá fundi byggðarráðs 7. janúar 2026 tillaga til sveitarstjórnar að tekið verði lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstóli allt að 420 milljónir samkvæmt þeim lánaskilmálum sem eru í boði á þeim tíma sem lánið tekið. Einnig liggja fyrir drög að lánasamningi. Eftirfarandi bókun liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir hér með á fundi sínum að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að 420 milljónir með loka gjalddaga þann 4. desember 2033 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir fundunum og sem sveitarstjóri hefur kynnt sér. Til tryggingar láninu þar með talið höfuðstól, vöxtum, verðbótum, dráttarvöxtum, uppgreiðslugjaldi og öðrum kostnaði samþykkir sveitarstjórn að tekjur sveitarfélagsins, samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjur og framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga verði veðsettar. Lánið tekið til endurfjármögnunar á eldri lánum sveitarfélagsins hjá Lánasjóðnum. Að ræða verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, samanber 3. grein laga númer 150/2006 stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga. Jafnframt Dagmar Ýr Stefánsdóttur sveitarstjóra kennitala 12.0982 3629 veitt fullt og ótakmarkað umboð til að undirrita lánasamninga við Lánasjóð sveitarfélaga fyrir hönd Múlaþings sem og til að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántökunni, þar á meðal beiðni útborgun láns. Ég ætla að opna mælendaskrána til þessum lið ef einhver vill taka til máls. Ef enginn vill taka til máls þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta réttum sína rafrænu hönd. Það samþykkt samhljóða. Við förum þá í lið númer 3, fjölskyldustefna. Fyrir liggja drög að fjölskyldustefnu Múlaþings sem samþykkt var í fjölskylduráði 16. desember 2025. Við undirbúning stefnunar voru haldnir íbúafundir, skólaþing og fundir með hagaðilum. Stefnan verður síðan útfærð með mælanlegum markmiðum og aðgerðaráætlun sem endurskoðuð verður árlega. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi fjölskyldustefnu Múlaþings og þakkar hlutaðeigandi fyrir góða vinnu við gerð stefnunar. Ég ætla að opna mælendaskrána til þessum lið ef einhver vill taka til máls. Björg Eyþórsdóttir, gjörðu svo vel. Takk, forseti og annað fundarfólk. Mér langaði bara sem staðgengill formanns fjölskylduráðs hér að fagna því að þessi stefna hafi nú litið dagsins ljós. Fjölskylduráð koma þessari vinnu að vinnu þessari stefnu á mörgum stigum og tók þátt í íbúafundunum sem haldnir voru þar sem lögð voru drög að stefnunni með hjálp íbúa sveitarfélagsins sem þar mættu. Við erum mjög ánægð með útkomuna en stefnan hefur það að markmiði að skila okkur öllum markvissari framtíðarsýn hvert við viljum stefna í þeim málefnum sem snerta fjölskyldulífið í sveitarfélaginu, auk þess sem henni ætlað að auðvelda starfsfólki sveitarfélagsins sína vinnu í stefnumótun og öðru með þeim skýru markmiðum sem við viljum hér sammælast Framhaldið verður svo þannig að unnar verða þessar aðgerðaáætlanir sem vísaði til árlega og það sem verður unnið með markmiðin í stefnunni á markvissan hátt og árangurinn mældur. Aðferðina við það varierar bara á milli málefna og hvernig best að gera það hverju sinni. Þannig að það kemur bara nánar í hverri aðgerðaáætlun fyrir sig. Þannig að þær verða þannig svona tæki okkar til að ná fram markmiðunum með tíð og tíma. Og við sem komum að mótun stefnunnar erum bara afar stolt af henni og vinnuna sem var lögð í hana
og við hlökkum til að vinna áfram með hana. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki, þá tökum við liðin til samþykktar. Þeir sem að samþykkja, Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað gott fundafólk. Ein stefna niður bót. Ég hef ekki verið mikill talsmaður allavega þessari stefna og mér finnst þetta oft flækja hlutin að vera með þessar stefnur og ég held að þessi sé nú svona gangi hvað lengst í því að vera stefna heilbrigða skynsemi. Þannig að hún svo ágæt fyrir bæði starfsfólk og sveitarstjórnarfólk sem hefur ekki heilbrigða skynsemi og þarf virkilega að styðjast við svona skjal. Þannig að mér finnst að bæði tíma og peningum, bæði starfsfólk og ráða og nefnda væri betur varið í einhver annað en að búa til svona plagg. Þeim eiginlega bara gefið til þess að fara ofan í skúffu vegna þess að í því stendur ósköp lítið nema, eins og segja, heilbrigð skynsemi og byggð á því klisjukenndu orði kristnum gildum. En gott að vera en svo halda mann áfram með aðgerðaáætlun og svo framvegis og maður sér þessa stefnu, hún skarast á við hina stefnurnar þetta svona, mann ætla virkilega að nota svona plagg að ég vil ekki vera sá maður sem þurfti eitthvað að fara að kíkja í það við hver einustu ákvörðun tökur sveitarfélagsins. Mér finnst þetta bara þetta þjóðfélag, það verður orðið svolítið matað af svona pappírsdýrshætti að það þurfa alltaf að vera í einhverjum pappír, einhverjum stefnum, það þurfa að fá einhverjum sérfræðinga til þess að segja mann hvað er heilbrigt og hvað er ekki heilbrigt. Þannig að mér finnst þetta plagg ósköp óþarft, svo ég segi ekki meira. Það má vera jákvæður sem byrjum funds, en svona er þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Við vorum nú bara þetta er náttúrulega starf og verkefni sem fór fram á vegum fjölskylduráðs og við sveitarstjórnarfulltrúar fengum kynningu bara í dag 11-leytið. Þannig að mér finnst þetta bara fín úttekt. Þetta er rauninni bara þessi stefna, bara samantekt af, það eru lög farsæld barna, leikskóla, grunnskóla, menntastefnu, aðalnámskrár, leik- og grunnskóla, félagsþjónustu, barnaverndarlög, þjónustu við fatlað fólk, málefni aldraða. Þetta er bara tekið saman og sett í svona einn pakka bara farsæld og velferð þessa samfélags. Ég hugsaði líka bara, þetta er bara flott samantekt sem er tekin saman. Þá hugsa maður líka bara, erum við ekki að gera rosa vel í þessum málum og ég held það og maður alltaf fengið þær upplýsingar líka bara frá starfsfólki þeim sem bera ábyrgð á þessum málaflokkum. Auðvitað spurði maður líka þessa lykilaðila sem bera ábyrgð á þessum málaflokkum, hvernig þeim myndi ganga að bara út frá þessari stefnu og horfa yfir sitt svið, hvernig okkur gengur í þessum málaflokkum og að starfa eftir þessu. Og þeim leist allavega bara mjög vel á þessa stefnu og sögðu að það ekki vera mikla vinnu upp á að rýna í, en fannst þetta mjög gott svona lykilgagn til að hafa til stuðnings og svolítið svona að draga fram hvar við þurfum að gera betur ef við þurfum þess. Með hvernig við ætlum að koma fram með mælanleg markmið. Ég með tjó eftir því að það var ekki í stefnunni, en einmitt eins og Björg Eyþórsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, kom inn á áðan að það er eitthvað skref sem þarf að stíga núna. Þannig að ég mjög hrifin af því að við getum svona hort yfir og séð með glöggum hætti hvað þarf að laga og sjá mælanleg markmið. En það er akkurat það sem þarf að gerast með svona stefnur. Við setjum bara ekki fram einhverja stefnur, heldur þarf svona að rýna í þær með glöggum hætti og að við sjáum glögglega hvar við getum gert betur. Þannig að þetta er allavega mikil vinna sem við farið í þetta og allt gengur út á það að veita góða þjónustu við sveitarfélagsins sem er okkar markmið, en auðvitað þurfum við að ná mælanlegum markmiðum og það er bara næsta skref. Og það virðist bara vera lítið mál og í rauninu utanumhald við að stíga þau skref. Allavega voru þau skilaboð sem komu frá
þeim lykilaðilum sem að sjá þessi svið á vegum sveitarfélagsins. Þannig að ég er bara ánægð með þessa svo sem stefnu og bara hlakka til að sjá glögglega hvernig við ætlum að ná mælanlegum, setja fram mælanleg markmið, að geta þá árlega séð það. En ég er alveg viss það og ég vil líka bara sjá það í þeim gögnum að við séum að standa okkur vel og ég ef ekki að við séum að því. En mér langaði bara að koma á framfæri þessari kynningu og eins og ég upplifi þessa stefnu. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir við lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, frú forseti og annað fundafólk. Ég get bæði senn tekið undir en samt ekki alveg með sveitarstjórnarfulltrúa Þresti Jónssyni. Ég get vitt, í mínu tilfelli þá var það nú þannig þegar var verið að vinna þessi stefnu sem ég var nú í rýnuhóp fyrir að þá fannst mér þetta á köflum mjög viðamikið svona efnistök stefnunar og vissi ekki alveg hvert við ætlum að fara með þetta en svona almennt stefnur sem eiga að lifa af til dæmis pólitískar breytingar. Það vill nú oft verða að það standi nú lítið í þeim. Það séu nú lítið annað en bara eitthvað sem allir geta unað og þá spyr maður sig til hvers þurfti á því að halda. Hins vegar finnst mér aðeins of snemmt að dæma hvernig þessi stefna kemur út því að til framtíðar þá munum við dæma áhrif og hlutverk þessara stefnu hvernig hvernig pólitík framtíðarinnar og jafnframt embættismannakerfið hagnýtir hana. Það náttúrulega þá fyrst og fremst í aðgerðaráætlun og þetta nú kannski eins og bara með aðra stefnur samanber byggðaáætlun. Byggðaáætlun, texti byggðaáætlunar, hann nú kannski ekki alveg það sem að skiptir öllu máli varðandi það, heldur skiptir þá kannski meira máli hvað stendur í aðgerðaáætlun byggðaáætlunar hverju sinni. Já, en ég ætlaði bara, þakka fyrir mig í þeirri vinnu og þetta var viðamikið og snúið verkefni. Ég minnist þess til dæmis svona til marks hversu snúið þetta var. Þá man ég á einum fundinum, skólafundinum sem var verið að halda í kringum þetta fyrir samráð að þá kom mjög skýrt fram að eitt af mikilvægasta sem krökkunum fannst að varðandi að búa í Múlaþingi væri að það væri bakarí á svæðinu og hvernig áttu að fletta því inn í fjölskyldustefnu Múlaþings. Þetta var alveg svolítið snúið verkefni. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Ef svo er ekki, þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja, Þröstur Jónsson á síðustu stundu, sveitarstjórnarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Já, takk frú forseti og annað gott fundafólk. Svo gott með bakari, það hefði kannski breytt. Skoðun mín á þessu stefnu hefði verið mjög föst og skorin stefna bakari á Egilsstöðum. Mikil vinna, segir sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa og það er akkurat það sem ég var svolítið að hnýta í, Þarna mann að setja krafta sína og fjármuni í hluti sem að mér finnst væri bara betur farið annars staðar. En kannski það þannig að við bara sem samfélag erum bara komin á það slæman stað fyrir, ég segi bara fyrir vegna vaxandi guðleysis að menn þurfa einhverja svona handbók til þess að styðja sig við vegna þess að vegna því sem þarna það stendur í handbók mannsins, Biblíunni, hvort sem að vitna til Gamla testamentsins eða nýja, Þannig að menn vilja hafa góða handbók fyrir fjölskyldustefnu, þá ætti mann að lesa hana, setja í gang og lesa hana stanslaust. Þannig að
það kannski málið. Kannski þarf þetta í svona guðlausu samfélagi að hafa svona skjal til þess að segja manni hver á að vera heilbrigð, náunga kærleiksfull fjölskyldustefna. Það kannski bara ástæðan. Ég þarf ekki svoleiðis plagg sko og margir í þessu samfélagi sem betur fer ekki ennþá. Eitt sem ég tók líka eftir við þessa sko stefnu sem að það hrökk svolítið í mig og leiðrétti mig ef ég að fara með rannsmál. Ég sá hvergi en ég skautaði nú kannski ofrætt yfir, ég veit það ekki, en ég sá hvergi en að það hefði verið leitað samráðs við einnar af stærstu og öflugustu fjölskyldustofnanana í landinu sem þar að ekki stjórnarskrárbundin, það er að segja þjóðkirkjunnar. Ég sé það hvergi og ég spyr var það ekki gert og ef það hefur ekki verið gert, getur einhver úr fjölskylduráði svarað því af hverju ekki. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er Hildur Þórisdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Já, frú forseti, ágætu fundarmenn. Ég ætla nú að koma að þessari ágætu stefnu bara aðeins til varnar því að stefnur eru gjarnan þannig að fólki finnst þetta að vera svona samantækt af því sem að flestum finnst vera common sense. En markmiðið er samt að skapa svona reglíf eða fasta yfir markmið og síðan að vinna aðgerðaáætlun sem er þá uppfærð og unnin á hverju einasta ári. Þannig já, auðvitað er margt þarna sem er bara svona heilbrigð skynsemi en þarna erum við bara að vinna hlutina þess markvissari og ég held við séum öll sammála því sem hér sitjum að það er ekkert mikilvægara í okkar ágæta sveitarfélagi en að hér sé gott og eftirsóknarvert fyrir fjölskyldur að búa og ég tel þetta plagg bara vera gott verkfæri í því verkefni. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir er lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er Björg Eyþórsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Takk, forseti, annað gott fundarfólk. Það er bara að koma til svara við spurningu sveitarstjórnarfulltrúa Þröstar Jónssonar. Jú, ég lít allavega svo á að það hefur verið leitað samráðs allra þeirra sem koma að málefnum fjölskyldna í sveitarfélaginu því að það voru haldnir opnir fundir þar sem hverjum var frjálst að mæta. Og það var svo sem ekki farið inn í hverja einustu stofnun í sveitarfélaginu eða hvert einasta batteri fyrir sig, en þessi fundir voru opnir og bara öllum frjálst að mæta og taka utan það sem þeim fannst mikilvægt að kæmi inn í fjölskyldustefnu. Þannig að þjóðkirkjan svo sannarlega bara þar undir eins og aðrir. Takk. Björg Eyþórsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Það er bara að gera grein fyrir atkvæði mínu. Ég ætla að vera eins og ágætur Kristur sagði, ég ætla að vera kætn eins og höggormurinn en falslaus eins og dúa sko. Ég ætla að greiða atkvæði með fjölskyldustefnunni segi. Ekki vegna þess að mér sé vel við hann, vegna þess að ég held að það sé besta leiðin til þess að þetta var geta plagg eins og marg svona plagg, bara beint ofan í skúffu og verði það. Takk fyrir. Takk fyrir það. Ef það eru ekki fleira mælendaskrá þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Það verður engin rétt upp hönd, þannig að við tökum þá tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp sína rafrænu hönd. Hér erum við komin með samhljóða samþykki. Takk fyrir það. Við erum þá komin í lið númer 4. Kosning fulltrúa í embætti stjórnir, ráð og nefndir. Fyrir liggur tölvupóstur dagsettur 8. janúar 2026 frá Guðnýju Láru Guðrúnardóttur þar sem óskað er eftir áframhaldandi tímabundinni lausn frá störfum í sveitarstjórn, fjölskylduráði og heimastjórn Djúpavogs til 1. apríl 2026. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að veita Guðnýju Láru Guðrúnardóttur áframhaldandi tímabundna lausn frá setu í sveitarstjórn, fjölskylduráði og heimastjórn Djúpavogs. Einar Freyr Guðmundsson tekur áfram tímabundið sæti sem aðalmaður í sveitarstjórn Múlaþings og aðalmaður í fjölskylduráði til 1. apríl 2026 í stað Guðnýjar Láru. Varamaður Guðnýjar Láru í fjölskylduráði verður áfram til sama tíma Guðný Margrét Hjaltadóttir. Ívar Karl Hafliðason tekur áfram tímabundið sæti sem formaður heimastjórnar á Djúpavogi og Einar Freyr Guðmundsson sem varamaður formanns til 1. apríl 2026 í stað Guðnýjar Láru. Ég ætla að mælendaskrá til þessum lið ef einhver vill taka til máls. Ef svo er ekki, þá er bara að tökum tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd.
Það samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í þá liði fundarins sem snúa að fundargerðum og við erum hér fyrst með fundargerðir heimastjórna. Hér að ræða lið númer 5, 6, 7 og 8 og þetta eru fundargerðir heimastjórnar Borgarfjarðar númer 65, fundargerð heimastjórn Djúpavogs númer 67, fundargerð heimastjórnar Fljótsdalshéraðs númer 65 og fundargerð heimastjórnar Seyðisfjarðar númer 64. Og ég ætla að opna mælendaskrá til þessum lið ef einhver hyggst taka til máls. Eyþór Stefánsson. Þú ert með höndalofti? Nei, þetta sýni atkvæðagreiðsluna. Einmitt það. Er einhver sem vill taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason, gjörðu svo vel. Takk fyrir fórústi. Ég ætla bara að vekja athygli, þetta undir lið 6, heimastjórn Djúpavogs, það undir lið 1 sem hreindýraarður. Það kom aðeins til umræðu hjá okkur að þessi peningar sem sveitarfélagið fær sem landeigandi í hreindýraarð í gamla Djúpavogsræktinu eru 800.000 í ár og sem ágætt með að kvótinn mjög lítill. Við sýnum svona eftir hraða yfirferð á heildartekjum Múlaþings í ár, þetta sé svona 2,2 til 2,3 milljónir kannski og greinilega ábyggilega oft meira og þetta þá aðallega í mest í Djúpavogi, svo þetta á Fljótsdalshéraði gamla og svo aðeins í gamla Borgarfjarðarhreppi og við bókum það að þessi peningar, þetta dálítið af peningum og okkur finnst alveg eðlilegt að menn horfi til þessar peningar til að fara í það sem hreindýraarður ætti finnst mér að fara í, sem þá uppbygging á svona í tengdu sókn á hreindýra, ekki bara hreindýra, líka bara fyrir þá landeigendur. Við getum notað þetta á móti styrkvega sem við fáum í stóðuppbyggingu, við getum notað þetta í merkingu, við getum notað þetta alls konar þannig að bara menn átt sig á þetta séu dálitlar tekjur sem koma á hverju ári og við finnum því einhver svona leið til þess að þetta verði svona fari í einhver hlutverk sem skipta íbúa og samfélögin einhverju máli. Af því að þetta eru svona, maður getur séð fyrir sig ef að kvótinn stækkar, þetta geta verið 34 milljónir þá svona hámarki kannski, 2 til 3 væri kannski svona eðlilegt að við fáum árlega í hreindýraarð. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason, hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki, þá eru þessar fundargerðir hér lagðar fram til kynningar. Við erum þá komin í fundargerðir byggðaráðs, þær eru 2, hér er fundarliður 9 og 10 og að ræða fundargerð byggðaráðs Múlaþings númer 174 og 175 og ég opna mælendaskrá undir þessum liðum ef einhverju vilja taka til máls. Svo ekki og þá þessi 2 liðir lagðir fram til kynningar. Við erum þá komin í fundargerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs. Hér er að ræða 1 lið, 11. liður og að ræða umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings fundargerð frá 170. fundi. Er einhverju sem vilja taka til máls undir þeim lið? Ef ekki, þá það lagt hér fram til kynningar. Síðan erum við með lið 12, 13 og 14. 12 og 13 fyrirgefið að ræða fundargerð fjölskylduráð Múlaþings númer 149 og fundargerð fjölskylduráð númer 150. Ég ætla að mælendaskrá undir þessum liðum ef einhverju vilja taka til máls. Svo ekki og því lagt hér fram til kynningar. Við erum þá komin í lið númer 14 sem fundargerð ungmennaráðs Múlaþings númer 44. Ég ætla að mælendaskrá undir þeim lið. Og ef enginn hyggst taka til máls þá hann lagður hér fram til kynningar. Við erum þá komin í síðasta liði fundarins í dag sem skýrsla sveitarstjóra og ég ætla að gefa sveitarstjóra orðið. Fyrir það. Virðulegi forseti, ágæta fundarfólk. Ég vil byrja á því að óska ykkur öllum og íbúum Múlaþings gleðilegs nýs árs. Á þeim tíma sem leið frá síðasta sveitarstjórnarfundi og fram að jólafríi fór mestu tími sveitarstjóra í mannauðsmál enda lá fyrir það verkefni að ráða í 2 stjórnunarstöður hjá sveitarfélaginu, annars vegar nýjan sviðsstjóra fjármála og hins vegar nýjan sviðsstjóra stjórnsýslu. Ástæðan fyrir nýráðningunum sú að 2 af lykilstarfsmönnum í stjórnsýslu sveitarfélagsins hyggjast láta af störfum á þessu ári, þeir Guðlaugur Sæbjörnsson og Óðinn Gunnar Óðinsson. Það vandasamt verkefni að ráða inn starfsmenn í staðinn fyrir aðila sem búa yfir jafnmikilli reynslu og þekkingu á málefni sveitarfélagsins og þeir Óðinn og Gulli, en ég tel að vel hafi tekist til. Með vorinu munum við fá til starfa Ingvar Rafn Stefánsson í stöðu sviðsstjóra fjármála og Hlyn Jónsson í stöðu sviðsstjóra stjórnsýslu. Áður var búið að ráða Sigrúnu Hólm Þorleifsdóttur í nýja sviðsstjórastöðu mannauðs og þjónustu og tók hún við því starfi nú áramótin. Ég óskaði nýju stjórnendum til hamingju með stöðurnar og hlakka til að starfa með þeim við að byggja hér upp enn öflugra sveitarfélag.
Þann 17. desember var sveitarstjóra boðið að koma í heimsókn í Fellaskóla til að skoða kynningu á verkefnum nemenda á elsta stigi en þau voru búin að taka fyrir margvísleg málefni sem vekja athygli þeirra og áhuga og útbúa fjölbreyttar kynningar. Sumir höfðu smíðað, aðrir bakað, einhverjir rannsakað, prjónað, saumað og þar fram eftir göttunum. Kynningarnar voru áhugaverðar og ljóst að allir höfðu lagt mikið á sig við framsetningu verkefna sinna. Í leiðinni nýtti sveitarstjóri tækifærið og fór í heimsókn í einn af yngri bekkjunum og átti þar spjallum ýmis mál. Það gekk á ýmsu í sveitarfélaginu okkar þegar kom að áramótabrennum þetta árið en eina brennan sem fór fram það kvöld var á Egilsstöðum því í öðrum byggðakjörnum þurfti að fresta brennu vegna veðurs. Sveitarstjóri sagði nokkur orð við brennuna á Egilsstöðum áður en glæsileg flugeldasýning hófst á nesinu. Kveikt var í brenninu á Borgarfirði á nýjársdag, á 13. á Seyðisfirði en Djúpavogsbúar þurftu að bíða til laugardagsins 10. janúar til að kveikja í sinni brennu og fengu þannig eilitla jólaframlengingu. Slökkvilið Múlaþings var búið að senda út aðvaranir í aðdraganda gamlárskvölds þar sem allstaðar var auð jörð og því þurfti að fara varlega með skotelda. Á Djúpavogi kviknaði í sinu á gamlárskvöld, ekki fyrsta skipti út frá flugveldum en sem betur fer þá náði slökkvilið á staðnum valdi á aðstæðum fljótt og vel. Slökkviliðsstjóri Múlaþings hefur boðað ákveðnar fyrirbyggjandi aðgerðir til að draga úr líkum á sinubruna á Djúpavogi áramót en það er ekki óalgengt að þar sé auð jörð enda frekar snjólegt svæði. Venju samkvæmt þá tók sveitarstjóri þátt í 13. gleði íþróttafélagsins Hattar þar sem íþróttamaður Hattar var útnefndur en það er að þessu sinni frjálsíþróttakonan Hafdís Anna Svansdóttir. Einnig var að heiðrað íþróttafólki í öðrum greinum Hattar sem og að starfsmerki Hattar var afhent þeim sjálfboðaliðum sem hafa unnið mikið og óeigingert starf fyrir félagið. Öllum þeim hlutu viðurkenningar óskað til hamingju með árangurinn. Á nýju ári hefur fókusinn í starfi sveitarstjóra verið á atvinnumálin á Seyðisfirði meðal annars. Það var fundað með Ofanflóðasjóði og Veðurstofu Íslands það atvinnuhúsnæði sem á ofanflóðahættusvæði og einnig var fundað með atvinnuhópnum sem kemur að því verkefni að leita nýrra atvinnutækifæra fyrir Seyðisfjörð. Með hópnum starfar ráðgjafi sem byrjaður að leita ýmissa tækifæra og við bindum vonir við að það komi eitthvað gott út úr þessari vinnu á árinu. Sveitarstjóri leit inn á alla heimastjórnarfundi í byrjun árs til að kynna nýtt skipurit Múlaþings. Þá þurfti nú að halda dálítið vel á spöðunum því að fundirnir fara öllu jafna allir fram sama daginn eins og var þennan dag. En sem betur fer að þá fór þetta innleitt fram með hjálp Teams eins og við erum að nota hér á þessum fundi í dag. Af því að ómögulegt hefði verið að mæta á alla 4 heimastjórnarfundina einn og sama daginn í eigin persónu. Síðustu helgi fór fram árlegur samráðsfundur sveitar og bæjarstjóra á Austurlandi en þá heimsóttum við Fljótsdal, fengum kynningu á helstu verkefnum þar og dvöldum saman á Fljótsdalsgrundum kvöldið. Þessi samvera sveitar og bæjarstjórana á svæðinu mikilvæg og það gott að geta borið saman bækur okkar í fjölmörgum sameiginlegum hagsmunamálum. Svo langar við hérna í lokin að reifa nokkur mál sem vert að vekja athygli á. Nú hér fyrir á fundinu var samþykkt ný fjölskyldustefna fyrir Múlaþing sem ég hlakka til að fylgjast með hvernig verður unnið áfram með. Til stendur að gera aðgerðaráætlun út frá stefnunni og vonandi munu íbúar sveitarfélagsins verða vör við þá vinnu sem á að styrkja þjónustuna og gera Múlaþing enn öflugra og aðlaðandi samfélag fyrir fjölskyldur á öllum æviskeiðum. Í lok síðasta árs voru veittar umhverfisviðurkenningar í sveitarfélaginu í fyrsta skipti frá sameiningu. Þeim ætlað að vekja athygli á fallegu, vel hirtu og snyrtilegu umhverfi íbúa fyrirtækja og lögbýla. Íbúi Réttarholts á Borgarfirði hlaut viðurkenningu fyrir snyrtilega lóð við íbúðarhús. Eigendur Hótel Framtíðar á Djúpavogi hlutu viðurkenningu fyrir snyrtilega fyrirtækjalóð og ábúendur á Krossi í Fellum hlutu viðurkenningu fyrir snyrtilegt lögbýli. Það vert að óska þessum aðilum til hamingju með viðurkenninguna og hvetja leið íbúa og atvinnurekendur til góðrar umgengni enda verða þessi verðlaun veitt árlega hér eftir. Þá langar mig að vekja athygli á því að nýtt aðalskipulag Múlaþings í auglýsingu hjá Skipulagsstofnun og hægt að koma með ábendingar og umsagnir skipulagið til 9. febrúar. Áramótin voru almenningsbókasöfn Múlaþings sameinuð í eina stofnun, Bókasafn Múlaþings. Markmiðið með sameiningunni að efla starfsemi safnanna á hverjum stað og samræma þjónustu þeirra við íbúa. Eðli bókasafna hefur breyst mikið í gegnum árin og í dag snýst starfsemi þeirra miklu meira en bara útlán bóka. Nútíma bókasöfn eru skilgreind sem samfélagsmiðjur, það er að segja menningar, upplýsinga og menntastofnanir þar sem íbúar geta sótt sér upplýsingar, fræðslu og afþreyingu.
Þá er hlutverk þeirra einnig að vera svokallað þriðja rými íbúa, það er að segja hlutlaust athvarf utan heimilis, vinnu og skóla, þar sem aðgangur er ókeypis og öll eru velkomin. Síðast en ekki síst gegna bókasöfnin lykilhlutverki þegar kemur að því að efla læsi og áhuga barna og ungmenna á lestri. Við bindum miklar vonir við að með því að sameina söfnin okkar í eina stofnun verði hægt að auka þjónustu við íbúa í öllum byggðakjörnunum okkar og samræma starfsemi þeirra á milli. Nú er allt komið á fullt hjá skíðafólki enda búið að opna bæði austfirsku skíðasvæðin í Stafdal og Oddsskarði og gaman að segja frá því að framhald verður á því samstarfi sem skíðasvæðin hófu síðasta vetur. Það er að segja að árskortin sem eru keypt gilda á báðum svæðum. Og við hvetjum auðvitað íbúa til að nýta sér þetta og vera bara duglega að nýta sér þessa þjónustu sem við erum svona heppin að hafa hér í heimabyggð. Framundan eru síðan þorrablótin og sú vertíð sem er ansi öflug hér í Múlaþingi. Sveitarstjóri ætlar að gera sitt besta í því að mæta á sem flest blót í sveitarfélaginu en þau eru samtals 9 og einhver rekast á og eru þannig að þau eru sama kvöldið og þannig að það er ljóst að það er ekki hægt að fara á öll blótin. En ég hlakka til að eiga með ykkur góðar stundir á þorrablótunum framundan og minni fólk á að skemmta sér fallega. Takk fyrir. Við þökkum sveitarstjóra fyrir. Þetta var liður númer 15, skýrsla sveitarstjóra. Þá er dagskrá fundarins í dag tæmd og ég slít hér með fundi. Takk fyrir.